Byggðasafn Húnvetninga og strandamanna í samvinnu við Baskavinafélag Íslands hafa sett upp sýningu Spánverjavígin svokölluðu í anddyri safnsins á Reykjum í Hrútafirði. Textan vann Sigrún Antonsdóttir en Ólafur Engilbertsson og Úlfur Kolka sáu grafíkina. Tilefnið að þann 20. og 1. september síðastliðinn voru rétt 400 ár frá því skip baskneskra hvalveiðimanna braut hafís á Ströndum en sá atburður leiddi óbeint til Spánverjavíganna 3 vikum síðar. Baskar höfðu lengi vel frá því að Ameríka fannst höfðu þeir stundað hvalveiðar við Nýfundnaland og þegar að svona fór að draga úr hvalveiðum þar að þá sóttu þeir meira hinga til Íslands og til Noregs til þess að veiða. Það var nú aðalega vegna þess að þeir notuðu spikið úr hvalnum til lýsingar og komu hingað í stórum stíl og bara margir á skútum og síðan voru þeir með minni báta til þess að veiða hvalinn og voru með stöðvar á ströndunum. Nú þannig var að þetta var náttúrulega tími svona umbróta tími í Evrópu á þeim tíma og ýmislegt í gangi þar og hér var svona mikil fátækt og leiguliða víða og þessi menn koma náttúrulega inn í þetta samfélag sem var kannski mjög einangrað og menn frekar kannski hræddir við utanaðkomandi þó að menn náttúrulega hefðu orðið varir við erlenda sjómenn hér á fyrri tíð í gegnum tíðina að þá voru þetta samt svona einhvers konar menningarátök sem mynduðust út frá þessum veiðum. Og þannig fór nú að þessi menn sem hingað komu að það var svona skipsbrot út af hafís og menn þurftu að leita sér aðstöður í landi, þessir basknesku sjómenn. Mennirnir héldu til víðsvegar á ströndum, til dæmis í Æðey og á Snæfjallaströnd. Þeim var sæmilega tekið í fyrstu en fljótlega urðu átök milli þeirra og heimamanna. Íslendingum sem voru upp til hópa fátækir og oft kúaðir leiguliðar landeigenda þótti baskarnir full frjálslegir í fasi og vildu lítil viðskipti við þá eiga. Ritheimildir á borð við spænskuvísur nefna að skipbrotsmennirnir hafi því farið með ránum. Það fór því svo að bréf kom frá Danakonungi þar sem hann gaf fullt leyfi til þess að ráðist væri að þessum mönnum. Sýslumaður Ísafjarðar og strandamanna, hann tekur þetta upp og það gerð aðför að þessum mönnum og 18 þeirra eru drepnir og það eru þessi Spánverjavíg. Á sýningunni því lýst hvernig Íslendingar mistrimdu og myrtu baskana á hrottafengin hátt. Líkin voru vanvirt og loks sökkt í sjó en Íslendingar fengu ekkert fyrir nema blóðstokkin föt og að drekka vín baskana. Nú síðan tekur Baskavinafélagið þetta upp núna í ár og búið að hafa heilmikla svona ráðstefnur bæði í Baskalandi og hér á þessu ári og með þessum sýningum tekur svona upp þessa sögu aftur og svona til að sýna svona svolítið fram á hvernig þessi samskipti voru á milli annars vegar þessara basknesku sjómanna og Íslendingana sem fyrir voru hér og svona til að minna á þetta. Og það náttúrulega bara mjög gott hjá þeim og flott hjá þeim að gera það vegna þess að við þurfum náttúrulega líka að vera tilbúin að horfast í augu við söguna þó að hún sé ekki alltaf falleg frá okkar hlið og hún var það svo sannarlega ekki þessu tilfelli. Og eiginlega má segja að svona baskar hafið þannig séð verið kannski réttrabir hér á landi fram á okkar daga svona út frá þessari tilskipun konungs kannski en sem betur fer þá var þetta nú einstakt tilfelli þarna 1615. En hefur verið fjallað mikið þessa blóðugu sögu í gegnum tíðina? Það hefur verið skrifið bók hana og menn hafa skrifað hana ritgerðir í sagnfræði og svona en hún hefur kannski ekki farið eins svona upp á yfirborðið eins og núna á þessu ári með þessum ráðstefnum og þessum sýningum sem hafa núna verið. Þannig að það bara gott mál.
En þetta félag, Baskavinafélagið, hvert þeirra hlutverk? Þekkirðu það? Já, sko, ég veit að þeirra hlutverk svona kannski bara að mynda þessi tengsl milli þessara landa sem voru meðal annars í því að þessir menn frá Baskalandi komi hingað í þessar hvalveiðar og tengslin eru kannski líka svolítið þau að Baskar hafa kannski verið svolítið á jaðrinum í sínu heimalandi. Við erum svolítið á jaðrinum í Evrópu. Það eru kannski einhver svona tengsli myndast líka út frá því. Ég þekki það nú ekki nógu vel kannski en svona það er svolítið þannig og ég hugsa bara að þetta verði, mér skilst að gera jafnvel einhverja mynd þetta allt saman og þeir náttúrulega tala sitt tungumál sem ekki svo margir tala, við gerum það líka. Það eru svona ýmis líkindi með þessu og þetta er öflugt félag. Þið hérna á safninu eru líka með ýmislegt fleira gangi, þið eru þetta með sýningar hérna sem eru allt árið kring, sýning Byggðasafnsins. Hver svona ykkar helsta starfsemi? Það eru þetta, er það ekki skólabúðirnar að einhverju leyti? Jú, skólabúðirnar eru mjög stór hluti á okkar starfsemi hér og það er nú bara gaman að segja frá því að við erum svo til nýbúin að taka að okkur hér á safninu sem við höfum tekið yfir kennsluna á safninu. Skólabúðirnar náttúrulega sjá mjög margt hérna í kringum komukrakkana, þau koma yfirleitt hingað alls staðar að landinu á mánudegi í hádegi og fara á föstudegi í hádegi til síns heima aftur, koma með sínum kennurum og eru svona frá hinum þessum skólum og það verður að reyna að mynda einhvers konar svona einingu hér og fyrir krakkana kynnast náttúrunni, kynnast sögunni. Það er alls konar leiki og skemmtun svona í fyrirrúmi svolítið. Þetta er annars konar nálgun en þau fá kannski í sínum skólum. En það sem við gerum hér á þessu safni er að við tökum á móti hópum og það eru það svona rúmlega 3000 börn sem koma til okkar á hverjum vetri sem þýðir að það eru svona 100 á viku sem koma til okkar og það er rosalega gaman að fá þau og þetta eru krakkar sem eru í 7. bekk í sínum skólum og maður sér svo mikið munið mitt þegar þau koma á haustin hóparnir þá er þetta yfirleitt svolítið svona mikil börn og hóparnir sem koma aftur á vorin þá eru orðnir unglingar, maður fylgist með þessum krökkum svona yfir veturinn taka út mjög stór þroska þrep. Gerist mikið á þessu ári? Gerist mikið á þessu ári og það er mjög gaman að taka á móti og það eru alls konar skemmtilega spurningar sem við fáum hérna á safninu. Ég fekk til dæmis spurningu, getur þið sýnt okkur eitthvað skemmtilega mun frá tímum Mesópótamíu. Þetta safn er náttúrulega ekki mikið eldri muni, kannski 200-300 ára, en mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Og stundum komaðu jafnvel með bréf og miða að heiman ef að ömmur þeirra og afar eða langömmur og langafar hafa gefið einhverja hluti til safnsins, að þá komaðu með lista og við reynum þá að finna þessa muni og sýna þeim og svona. Og ég man nú eftir einu sinni þá kom einn með einnota myndavél og spurði mig hvort að ég vissi hvað þetta væri og ég segi að þetta er myndavél og allir eru nú með myndavél í símónu sínum í dag og ég segi já, ég átti einhverja myndavél með svona filmu þegar ég var ung og þá var náttúrulega bara filmu myndavélar. Svo hann stilti mér upp í vegg og sagði hérna, ég ætla að taka myndavél, ég þekki engan sem hefur átt myndavél með filmu áður, alveg sem þurfti þannig að oft mjög gaman af þeim og við reynum svona, það sem við reynum að gera með þeim hér á safninu er að svona tengja þennan gamla tíma við þeirra tíma og svona sjá hvaða breytingar átt sér stað, hvað eru öðruvísi hér, hvernig hlutirnir þjónuðu fólki hér áður fyrr og hvaða hlutir kannski koma í staðinn fyrir í dag. Og eru krakkar í 7. bekk almennt bara frekar áhugasamir safnamenningu og byggðasafni hér? Já, ég myndi segja að það væri mjög áhugasum. Þau eru ofboðslega einlæg og bara forréttindi að fá að taka á móti þeim finnst mér. Geturðu sagt mér aðeins hvað er á döfinni annað hérna hjá ykkur svona næstunni? Já, við erum reynum alltaf að svona hafa eitthvað nýtt á hverjum tíma. Það sem við erum að gera núna og er spennandi er að við erum að setja upp sýningu sem að kemur upp 24. janúar og þá ætlum við svona að leggja áherslu á konur og við ætlum að skipta sem sé einu rými safnsins niður í svona bása og þar sem að við heimildir okkar fyrir þeirri sýningu eru ljóð, skjöl, dagbækur og skáldsögur og ýmislegt það sem við reynum að svona
draga fram hugmyndaheim kvenna og þá sérstaklega þeirra kvenna sem eru á okkar safnasvæði. Og þetta verður svona svolítið fljótandi sýning þar sem þú getur svona svolítið bara leyft þér að sökkva þér inn í hugsanir kvenna hér á fyrri tíð.